Katrín Oddsdóttir, gjör svo vel. Já, kæru vinir, takk fyrir þetta, Pavel. Ég með nokkrar athugasemdir, þá kannski bara svona almennt að finnst mér þetta nýja sem á að útskýra betur hvernig þetta virkar. Ég sammála því að gangi það átt en mér finnst þetta ennþá svolítið óskýrt. Maður fattar ekki alveg hvaða eða á við hvað. Þetta var nú vel orðað hjá mér. Ég er að meina sko, í 3. málsgrein 1. greinar, þá kemur sem sagt fram 2 valmöguleikar og mér finnst eiginlega skýrar eins og þetta sé bara orðað í greinagerðina sem er bara sagt í fyrsta lagi má gera þetta svona og í öðru lagi má gera þetta svona. Ég myndi ekki reyna að tróða þessu öllu saman í eina setningu sem eru 3 eða og maður veit ekki alveg hvað við hvað. Og svo er náttúrulega komið upp á síðasta fundi að það er kannski ekki alveg ljóst í huga almennings hvað persónukjör eða yfirleitt bara yfir höfuð endilega alveg ljóst hvað það er víðar. En ok, nú koma svona almennar athugasemdir og þá í fyrsta lagi í 1. málsgrein 1. greinar þá held ég að þessi ekki endilega gáfulegt að tilgreina að það eigi að vera 63 þjóðkjörtu þingmenn. Ég held að vera gáfulega að tilgreina að það eru flestir að vera 63 og þá er hægt að nota alltaf hlutfallstölu í staðin fyrir einhverjar ákveðnar tölur. Þá er þetta að segja fæsta 2 en flesta 2 sinnum sko, eða jafnvel bara fæsta 2 í þessu framboðsmáli. Og þá standa allar þessar hlutfallstölur ykkar haggaðar en gefum samt löggjafanum heimild til þess að fækka ef þess ekki þörf síðar og alveg svo við gerum með ráðherrana, segjum kannski mestalagi 10, eitthvað slíkt. Þannig að ég held að það geti verið sniður leið ef þið haldið að þið þurfi aldrei að vera, ef þið teljið að þið þurfi aldrei að vera fleiri en 63, sem þið hljótið að telja vistir segið eigi verið 63, en það er kannski óþarf að útiloka möguleikan á fækkun. Svo spyr maður sig, ég er mikið hrifin að þessari leið ykkar, eins og ég tekið fram áður, en maður spyr sig samt út af því að nú er þetta þannig að hver getur búið sér fram, eða má ég, ef ég býti framboð sem heitir landi 1 kjördæmi, má ég bjóða mig fram á Vestfjörðum og reyna þannig að tryggja mér einhvað þessum kjördæmavörðum þingmönnum til þess að berjast gegn kjördæmafyrirkomulaginu. Er eitthvað í kerfinu eitthvað sem takmarkar þannig pælingu, að því mér finnst þetta svolítið svona ok, ég skil pælingunum, við reynum að vernda hagsmuni landsbyggðarinnar, en getur þetta einhvern veginn backfærað þannig að þetta verði notað einmitt gegn þeim hagsmunum sem verið er að reyna að verja, spyr ég. Nú, svo finnst mér með aðra málsgreinina, eða nei, þetta tvennt sem þú talaðir Pavel, að þið hefðu svona verið að velta fyrir ykkur. Ég persónulega er á því að það er alls ekki að kveða á einhvers konar lágmarksþröskuld. Ég tel alveg eins að það geti verið mjög mismunandi, það geti leitt til mismununar að segja að það þurfi eitthvað ákveðið mikið til þess að komast inn. Og með hlutbundna kosninguna, mér finnst miklu alvarlegra miklu meira ágefni sem var viðrað í ræðu formanns að það gæti orðið til einhvers konar kosningakerfi sem væri bara alls ekkert jafnt atkvæðavegi ef það sé ekki tilgreint orðið hlutbundin, heldur en að reyna bara að greina frá því í greinagerð að við viljum að þessi STVF eða hvað sem þið kallið þetta, að svo aðferð að hún rúmist innan orðalagsins. Miklu alvarlegra finnst mér að það sé búið til heimild þar sem það sé hægt að búa til einhverja skekkjur. Svo finnst mér svona svolítið áhugavert að þegar formaðurinn talaði svo almennt hvaða breytingar hefði verið, þá skautaði hann svolítið yfir þessi jafnræðismál, en þó var það nú svolítið svona stórt umfjöllunarefni í starfi ráðsins undanfarið. Og það kannski, ég fjalla bara það á eftir, en ég held til dæmis, mér finnst mjög ljótt að sjá allar þessar tölur. Ég held að þess vegna það sé miklu sniður að taka bara lágmarki fram í 3. málsgrein, að segja bara að það er nóg að hafa 2 til að bjóða framboðslista. Það þarf ekki að tiltaka þetta hámark, held ég, og það má þá gera það í lögum annaðhvort ef þess þarf. Af því þeir eru bara að vernda í raun og veru minni partinn, þeir eru ekkert að reyna að venda það að fólk bjóði 1000, þannig að það er alveg óþarf að taka fram þessa tvöfaldu tölu, það er bara hægt að gera það í greinagerð. Í 6. málsgrein sem er ný, 1, 2, 3, 4, 5, 6, já, þar finnst mér eiginlega gengi bara skemmra heldur en við vorum með síðast og ég skil nú ekki alveg af hverju það er. Mér finnst þetta ekki vera kannski sú leið sem að var að kalla eftir vegna þess að, og ég svona furðaði mig svolítið á þessum umræðum einhvers konar brot á jafnræðisreglum. Nú er bæði búið að taka fyrir mismunun á grundvelli búsetu og kynferðis í jafnræðisreglun okkar og ef við getum tryggt búsetu lágmarksskilyrði þá getum við sjálfsögðu tryggt líka út frá öðrum
öðrum eiginleikum, við getum alveg kallað þetta kynferðisvarið landskjör ef við höfum áhuga á því, og ákveðið að einhver hlutfallur sæta skildi falla til hópa á öðru grundvelli heldur en endilega búsetu. Þannig ég get nú ekki alveg séð stærðfræðilega að gangi upp að búa til eitthvað misræmi í kerfinu út frá einum grundvallarforsendum en ekki annarri. Ég meina annarkvort gengur þetta upp stærðfræðilega eða ekki. Þannig að ég bara kalli eftir því að þetta verði tekið annars núningur á þessu. Í aðra grein þá tek ég undir, ég held að það hafi verið Gísli Tryggva sem sagði síðast að það vantar einhvað deadline inn í það hvenær flokkarnir upplýsi framlög til stjórnmálasamtaka og þannig. Það verður að gerast fyrir kosningar, annars þetta vita vonlaust. Ef ég veit ekki fyrir kosningar hver að styrkja hvern, þá get ég ekki tekið upplýsta ákvörðun það hvort ég vilji kjósa einhvern eða ekki. Þannig ef það ekki sett alveg pottþétt inn að þetta liggi ljóst áður en ég nota mitt atkvæði, þá þetta bara til hvers, spyr ég. Þannig ég held að þetta verða að koma inn og annars þakka ég fyrir.